Þá komið að 7. lið. Nei, 7. lið. 5. Ég ætla að vera svo fljót. Það komið að 5. lið. Reglur úthlutun lóða. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eðlilegt að Halla Björk vilji hoppa yfir erfið skipulagsmál og hoppa bara beint í 7. lið. En hér 5. liður á dagskrá sem reglur úthlutun lóða og endurskoðun frá 2021, liður 10 í fundargerð skipulagsráðs frá 9. júní 2021. Það sem lögð fram tillaga breyting á reglum úthlutun lóða sem samþykktar voru í bæjarstjórn 2018, 23. janúar. Í breytingunni felst að ekki verður lengur krafa að lokið verði við að steypa sökla áður en að lóðasamningur gefinn út. Í staðinn verður krafa gerð sökla áður en að byggingaréttur framseldur til þriðja aðila. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan breytingu á reglum úthlutun lóða verði samþykkt. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona kannski bara að beina orðum mínum til skipulagssviðs og skipulagsráðs. Í tengslu við þessar breytingar, mér finnst mjög mikilvægt líka að við skoðum þessar reglur í tengslu við þéttingu byggðar, varðandi tímamörk og annað. Við erum að leggja áherslu á það að þétta byggð og það mikilvægt fyrir íbúana í bænum að slíka framkvæmdir gangi frekar skjótt og vel fyrir sig og mér svolítið skort á því í reglunum hjá okkur. Þannig ég óska eftir því við skipulagssvið að þeir kanni þetta í tengslu þessar reglur. Takk. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þétting byggðar alltaf frekar flókin og erfitt mál oft á tíðum og ég alveg sammála bæjarfulltrúa Ingibjörgu að við þurfum að setja okkur kannski þrengri reglur varðandi þéttingu byggðar til þess að valda ekki ónæði fyrir nágranna, þannig að til lengri tíma. Þannig að við setjum sem sagt einhver strangari ákvæði tímamörk. Ég alveg fylgjandi því og kem til með að taka þetta upp í skipulagsráði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara ein hugleiðing sem við spjölluðum nú aðeins saman í dag. Ég og formaður skipulagsráðs, það var svona vangaveltur þessi framsal á lóðum, hvort það þyrfti að huga eitthvað meira að því að ef það verið að úthluta lóðum sem að síðan eru seldar áfram innan skamms, jafnvel hvort sem að sökullin þá komin eða ekki, hvort að þetta sé vísbending að við getum horft meira til sölu lóða eða bjóða þær út eða skoða það með hvað hætti það sé gert og eða hvort það þurfa að setja einhvern veginn annars konar reglur til þess að koma í veg fyrir slíkt, þar að segja að bærinn fái örugglega það fjármagn sem það þurfi eða fæst fyrir lóðirnar. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get alveg tekið undir þetta með bæjarfulltrúa Hildi Jönu. Það sem að við erum samt að gera núna í skipulagsráði og verður núna fyrst á miðvikudaginn, auglýst lóð þar sem að hún boðin út, þar sem að hæstbjóðandi fær lóðina. Þetta eitthvað sem að við erum búin að vera að ræða í skipulagsráði og stefna að í 2,5 ár og loksins komið til framkvæmda. Og ég fagna því og bíð spenntur eftir að sjá hversu mikill áhugi verður fyrir þessari lóð sem í miðbæ Akureyrar. Ég veit að aðilar hafa sóst eftir þessari lóð, þannig að ég á hún að verði eftirspurn
og ég held að þannig hámarku við sem sagt þær tekjur sem að við hugsanlega getum fengið fyrir góða lóðir. Þannig að ég svona fagna því bara að við séum komin hingað og við séum eins og önnur sveitarfélög að fá meiri tekjur fyrir góða lóðir. Þannig að takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sinni, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt breytingar og reglur um úthlutun lóða, gefur merki. 11.